Fundur settur í sameiginlegur fundur borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna settur hér í borgarstjórnarsal Ráðhússins þriðjudaginn 23. febrúar kl. 15:00. Forseti vekur athygli á því að liðum 2 og 3 hefur verið svissað á dagskránni. Þannig að við munum taka tillögu númer 3 og undan tillögu númer 2 á útsendri dagskrá. Að öðru leyti göngum við að dagskránni samkvæmt þeim fundarsköpum sem samþykkt voru í forsætisnefnd í samráði við Reykjavíkurráðið. Ræðutími 5 mínútur og við munum ganga til atkvæða hvert mál fyrir sig leið og umræðum lokið. Við byrjum á fyrsta lið sem tillaga afþreyingarmiðstöð við Rauðavatn og til máls tekur Reykjavíkurráðsfulltrúi Sindri Smárason. Gjörðu svo vel. Þú getur notað takkana til að hækka og lækka. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir gestir. Ég hef búið í Árbæjarhverfi í rúm 2,5 ár. Á þeim tíma hef ég verið í ungmennaráði í 1,5 ár. Þar hef ég kynnst mörgum einstaklingum úr hverfunum í kringum mig. Þessir einstaklingar koma á Norðlingaholtinu og Grafarholtinu og eru einstaklingar sem ég hefði líklega ekki kynnst annars. Sjáðu til, það er eitt af stóru vandamálum hverfana í áðurnefndra hverfa. Þau líta á sig sem 3 mismunandi hverfi frekar en eina heild. Árbærinn, Norðlingaholtið og Grafarholtið eru sett saman sem ein heild á mörgum stöðum innan stjórnsýslu borgarinnar. Við í ungmennaráði Árbæjar og Holta sjáum þessa skiptingu milli hverfana mjög greinilega þar sem við erum eini sameiginlegi hópur ungmenna úr þessum hverfum. Þess vegna fórum við að hugsa, hvað væri hægt að gera til að efla félagsanda hverfana og gera þau að einni heild. Endanlegi afrakstri þess var sú tillaga sem ég flyt hér í dag. Að byggja upp sameiginlega afþreyingarmiðstöð við Rauðavatn fyrir íbúa hverfana í Norðlingaholti, Árbæ, Grafarholti og Reykjavík allri til að nýta sér. Í Gufunesbæ í Grafarvogi er ein slík afþreyingarmiðstöð. Hún hefur sýnt fram á þá fjölmörgu kosti sem slík aðstæða hefur í för með sér. Þar eru haldnar áramótabrennur, smiðjur, ratleikir, námskeið, leikir og margt fleira sem gerir ekkert nema að efla félagsanda Grafarvogs og auka samheldni íbúa í hverfinu. Í Gufunesbæ eru líka göngu- og hjólastígar, blakvellir, klifurveggur, eldstæði og margar fleiri aðstæður sem skapa stemmingu og stuðla aukinni útivist barna jafnt sem fullorðna sem margoft verið sýnt fram á að hafa mikið forvarnagildi. Þetta er það sem við viljum. Við höfum séð hvað svona miðstöð gerir fyrir hverfi í tilfelli Gufunesbæjar og sjáum ekkert nema kosti við að setja slíkt upp við Rauðavatn. Þarna erum við með landsvæði sem tilheyrir borginni og er Rauðavatn tiltölulega einfalt að nálgast hvort sem þú býrð í Úlfarsárdal eða Ártúni. Rauðavatn er tilvalið að efla og gera meira með. Ungmennaráð Árbæjar og Holta hafa rætt við skátana og hafa þeir fallist á að hjálpa til við uppbyggingu svæðisins. Þeir gætu séð uppbyggingu nestisaðstöðu og skála sem allir gætu notað. Á fésbókarsíðu Gufunesbæjar sjáum við endalausa leikskóla og skóla koma í Gufunesbæ og fá sér heitt kakó fyrir framan eld yfir köldu vetrarmánuðina, jafnt og við sjáum þessa sömu krakka vera þar sumar í frisbeegolfi. Þar eru tún og leiktæki sem eru tilvalin fyrir krakka að njóta sín með vinum og fjölskyldu. Sjáu þið þetta ekki fyrir ykkur gerast við Rauðavatn. Til að byrja með væri hægt að setja upp bekki og ruslatunnu fyrir almenning, búa til frisbeegolfvöll, búa til leiksvæði fyrir krakkana og hreinsa svæðin í kring, en til lengri tíma litið væri hægt að ráða starfsmenn til að hafa umsjón með svæðinu, setja upp hljóðvarnavegg meðfram þjóðveginum, skauta og gönguskíðaleigu. Möguleikarnir eru endalausir. Við í ungmennaráði Árbæjar og Holta sjáum möguleikana sem svæðið hefur upp á að bjóða og viljum að það sé nýtt til hins ítrasta. Takk fyrir mig. Sindri Smárason, Reykjavíkurráðsfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá tekur máls hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta Reykjavíkurráð, það er gleði og ánægja að vera með ykkur hér á þessum sameiginlega fundi og ekki síst að fá að bregðast við tillögum afþreyingarmiðstöð við Rauðavatn sem er
bil á svæðinu þar sem ég ólst upp, því að ég ólst upp eins og Sindri Smárasson í Árbæjarhverfinu og var hérna á 2 stöðum í Hraunbæjarblokkunum og síðan upp í Þverási þar sem maður horfir nú bara beinlínis yfir Rauðavatnið. Rauðavatnið var svolítið notað þá aðalega þegar fristi til þess að fara þar á skautum og svo framvegis, en núna meira og meira sem útivistarsvæði og stígakerfi sem að flétta sig þarna inn á Hólmsheiðina og reiðleiðirnar eru margar mjög skemmtilegar. Fyrir utan það að þeir sem að hlaupa aðeins lengra eru farnir að nota stígana töluvert fyrir það. Það má kannski segja að þegar að Árbæjarhverfið var að byggjast þá hafi Ársel verið búið til sem nokkurs konar aðþreyingarmiðstöð fyrir nýju hverfin sem þá þyrfti að tengja við gamla Árbæinn þegar Ártúnsholtið var að byggjast og síðan Selásinn. Þannig að mér finnst þetta svolítið skildar hugmyndir sem byggu á bak við það þegar Ársel var búið til sem alhliða félagsmiðstöð og núna frístundamiðstöð. Það sem að mér finnst styrkleiki við þessa hugmynd, og ég ætla kannski að leyfa mér að kalla þetta hugmynd afþreyingar og útivistarmiðstöð, að það vantar kannski eitthvað svona þjónustuhús sem að tengir þessu útivistarsvæði, myndi gera þau aðgengilegri fyrir fleiri og þá myndu þau nýtast meira. Það eru alls ekki allir Reykvíkingar sem að þekkja Rauðavatnssvæðið. Fleiri nota kannski Heiðmörkina og Elliðaárdalinn auðvitað og ég ekki að draga úr því að þetta eru frábær svæði, en mér finnst þetta vera hugmynd sem sannarlega þess virði að skoða hana áfram og kannski velta upp til dæmis eins og þegar við greinilega þegar gert með skátunum, svona einhverjum lausnum sem eru þannig að þurfti kannski ekki að vera fastur starfsmaður heldur eitthvað sem er hægt að ganga að og nota, því að árstíðirnar skipta örugglega máli það hversu margir myndir nota þetta. En til þess að dýpka þetta og fjalla þetta áfram, þá ætlaði ég að fá að leggja til að Íþrótta- og tómstundaráði og skóla- og frístundasviði verið falið að fara betur ofan í þetta og ég mun óska eftir því að Sindri og eftir atvikum aðrir úr ungmennaráðinu verið kallaði til skrafs og ráðagerða varðandi útfærsluna og frekari pælingar í þessu, en vil að öðru leyti hrósa fyrir góða hugmynd og vel framsetta. Takk. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og lagt til að tillögunni verði vísað til Íþrótta- og tómstundaráðs og skóla- og frístundaráðs til frekari vinnslu. Við göngum til atkvæða þá málsmeðferð. Þar sem ekki hafa fleiri kvætt til hljóðs, þau sem að samþykkja það gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá göngum við til annars liðar á dagskrá.